og erum að undirbúa hér andalæra veislu mikla. Ég búinn að vera hér með ykkur 50 andalæri og hef búinn að vera að salta þau hér í einhvern tíma og vera að bursta núna salti af þeim áður en ég skelli við pott í suðu. Nó rúinu. Svona þess þetta fram. Þetta dýtustu kröfur frá Evrópusambandinu. Áður en við skellum þessu hér í pottinn. Hér ég með sérinnflutta gæsalifur. Nei, ekki gæsalíf. Hvað kjaftaði þetta? Gæsafitu. Við byrjum á því að setja hér í botninn á pottinum. Áður en að fyrsta lagi af lærum verður sett í. Geysilega spennandi. Jæja, þá fer fyrsta lærið í fituna í botninum. Og neðsta lagið í pottinum er sem sagt látið þannig að fitulagið á lærinu snýr niður. Og þessu bara raða hér í. Geysilega fagmannlega. Og þegar það komið þá setjum maður annað fitulag ofan á þetta. Svo erum við hálnu með að koma lærunum niður og hálnu með fituna. Við sjáum að þetta er mikið af fitu í þetta hér hjá okkur. En manni skilst það því sem meiri fita því betra verður það. Þetta verður geysilega spennandi. Sjá hvernig þetta endar. Þetta maður hjá okkur. Jæja, þá fer síðasta lærið í pottinn. Og við munum bera þetta upp í eldhús, setjum örlítið meiri fitu og þá á þetta bara að vera klárt til steikingar. Það mun taka cirka 2 tíma og 3 korter til 3 tíma sem eftir hvernig stuði eldavélin verður í.
Jæja, þá þetta komið hér í pottinn og eldavélina og farið að malla aðeins. Ingibjörg svona ganga frá eftir átökin og hérna þurrka sér munninn og svona aðeins. En við skulum aðeins kíkja hér í pottinn. Þannig að það er ekkert farið að gerast ennþá. Annað en að þetta er farið að hitna og aðeins að bráðna feitinn. Við kíkjum á þetta nánar síðar. Jæja, nú er klukkan að vera 10 og við erum búin að sjóða þetta núna rétt rúman klukkutíma og 3 korter og þá lítur potturinn út svona, það er farið að bulla í feitinni og hún hækkar smátt og smátt í pottinu þegar þetta er sem að líður á og fitan bráðnar af lærum. Láta þetta duga í bili og svo komum við síðar þegar þetta er fullsoðið. Þá er að loka klippan. Nú á þetta allt saman að vera orðið soðið og fínt og búið að slökka undir. Og þá endar þetta svona að það er allt saman komið á flot. Öll lærin komin á flot og hérna svoleiðis liggur þetta og kólnar þangað til að við tökum þetta upp úr fittinni og pakkum við inn í vakuumumbúðir. Jæja, þá erum við komið hér með afurðina klára, búið að sjóða eða steikja, vakúmpakka, 4 læri í hverjum poka. Þannig að nú er bara beðið eftir því að geta haldið matarklúbb. Ef að Bryndís myndi nú einhvern tímann koma því í verk að halda sinn matarklúbb, þá getum við farið að halda okkar. Verið ykkur og góður.